Þeir eru verið í loftið maður. Duttu við inn maður. Já. Og þá datt Griffin datt út. Af. Datt í aðrar 2 mínútur hérna. Já, það var eitthvað smá hnökra hérna. Duttum út í smá tíma. Já, það netvesen. Já, en Frakkarnir skoruðu fyrsta markið hérna í seinni hálfleik, komnir í 15-10 og við klikkuðum í fyrstu sókninni og já. Já, Mabit, hann er ekki Mabú, ekki Mabit. Mabú. Hann er Vel góður. gert hjá honum, virkilega vel gert. 16-10. Þetta er erfitt. Já, þetta er töluvert þyngra en í gær. Já, töluvert. En það var staðan 17-7 fyrir Íslandi í hálfleik þá, þannig að það segir allt sem segir þar. Já. Elliði fleikt þarna til inn á línu. Já, kemur Elliði hérna, Bjarni og Teitur, Sveit, Teitur, Bjarni, Teitur. Já, hann á ekki að fá neitt í dag. Nei. Hann hérna er samt með 3 mörk. Hann er markaðistur. Já, hann var náttúrulega bara á eldi í gær, eins og við segjum. Hann svaraði þér. Þjálfari Frakka er brjálaður. Það er hleypt honum á þetta svæði bara hérna. Já. Já, Teitur bara mætti á. Langi þarna, númer 22, vissi ekkert hvað var að gerast. Langi. Ykkur kannast þið lökulokabækunar. Já, vel gert Elliði. Og Boss. Skorar. Andri, við viljum ekki að þessi skori. Nei. Fyrsta markið hans. Og leiðindi. Já. 17-11 og við erum með fullskipali eftir 6-6. Já. Það er svoleiðis. Komið inn, jafnmargir. Já. Sveinn Andri, Teitur, Bjarni, Friðrik og Birgir í hotnunum og svo Elliði á línu. Já. Og Andri heldur áfram í markinu. Bjarni konum miðuna, Sveinn Andri. Bjarni. Teitur. Já. Við erum að velja illa í dag. Já, virkilega. Rosalega. Og taka illa ígrundu skot Godín. Sautján 11 og 4 og 10 búnar úr seinni hálfleik. Var þetta erfitt? Já. Kemur Næ. Hann er alveg svakalega sterkur. Bara, hann rífur sér laus, hann bara hvað þetta er annað. Fyrir mér þá er Godín og... Ég vil fá frá tæknumanninum hvað þessi er að spila. Já, númer 10. Næ. 16 og 10. Það er Godín og Næ. Mér finnst þeir alveg rosalega skemmtilegi leikmenn. Ég hrifin þeim. Teitur. Új! Já. Það er lítið þess að gera. Mistan. Já, algjörlega óvart og... Þessi er í standi. Já, hann er í smá formi þessi. Heldur hann að sé hafi spörtu það? Já, hann er ábygglega í fjarðþjálfun hjá Fannari. Spört í Fraklandi. Já. Já. Teitur. Hann er að spila með, hann er náttúrulega í París. Það er svoleiðis. Þannig að hann er sjálfsagt ekki að spila mikið með aðliðinu. Nei, það er einn maður og undan honum þar. Allavega. Gensheimer. Já. Hann kann alveg handbolta. Hann kann eitthvað fyrir sér. Já. En þetta musteri sem þessi er og að læra Gensheimer, hann getur nú ekki verið í betri skóla. Það er erfitt. Gott inn. Já, vel gert hjá Birgi. Það er að stoppa hann. Já. Og Clement þarna, hægra megin ennþá. Og kemur Gíbilín á þetta. Já, þeir fara í hann báðir. Teitur og Elliði. Vel gert. Stoppa hann. Góð samvinna hjá þeim. Gíbilín fer út af og inn á kemur Tripp. Frakkarnir náttúrulega einu færri. Já, vel gert Andri. Með skotið og Andri ver. Já.
Fyrsta skotið á Andra í seinni heldi. Já. Líklegt og Gíbilín, hann að spila með Pöss. Er það ekki liðið sem að spilaði við IBF í Örmungjarninu? Jú, gott ef ekki. Jú, þetta er liðið sem var í Vestmannum. Hann að koma væntanlega þá í... Birgir. Vel gert. Víkum í 5. Þessum aðra Íslands heimsókn. Já. Já, 18-13, eða 13-18. 10 sekúndur í og frakkarnir verið jafnmargir. Já. Mabú kominn inn á línu aftur. Það spila bara mannin inn. Hann kemur. Já, hann kemur núna. Já. Kemur línumaðurinn inn. Spila með 2 línur. Clement. Ellið í hann. Trippelon. Nei. Ekki pússa í mannin þarna. Nei, hann er á leiðinni niður í hornið. Bæði gefur hann honum annan skotvinkil og náttúrulega bara víti. Og möguleikan á þessu. Já. Það er náttúrulega bara ekki boðlegt, sko. Nei, þetta var ekki skynsamlegt. Nú Godín á vítalínu, hann er búinn að skora öllum vítakostunum. Já. Vel gert. Andri fiskaði hann í vippuna og labbaði svo tilbaka og tók hann. Bjarni í sveitfæra fyrir aftan sig. Já, Bjarni búinn að vera bæði með skot og sendingar, óheppinn í dag, ekki alveg verið að ganga upp hjá honum. Nei. Varnarlega mjög sterkur. Stendur fínt varnarlega. Hefur fyllt skarðið sem að Sveinn skildi eftir sig, línumæður, bara nokkuð vel. Já, og spilaði svolítið með Svenna í gær. Já. Innleysing, þá fyrir Teitur upp, Bjarni niður. Godín með skotið. Lína. Já, mér fannst þetta að vera púss á... Já, sér það hérna. Gerir lítið. Já. Bjarni var svona, hann setur hendina eins á hann, Bjarni að reyna að fá það. Frakkarnir halda boltanum. 9 mínútur búnar af seinni hálfleik. Clement. 5 marka munur. Gíbilín. Já. Kemur þessi og Gíbilín. Clement. Mabú. Já. Þetta var klókt, vel gert hjá 15, hvernig hann spilaði þetta. Tefja hraðahlaupið. Stoppaði hraðahlaupið og á þess að fá nokkuð af það. Strákur sem spilaði ekkert í gær, held ég. Allavega munum við hvoru er eftir. Búinn að koma ágætlega í hendinn, búinn að skora held í 1 eða 2 mörk. Kæró hérna, Ellið kemur breytt, Teitur, Bjarni, maður og mann, Svenni og Bjarni. Já, hann er orðinn ræðar að skjóta, átti ekki góð skot í fyrirháleik. Nei, Bjarni, þú ert skytta, þá hættir ekki. Nei, bara þjálfarinn tekur út að þú verður að halda áfram. Nákvæmlega. Þá sjáum bara frakkarnir að standa miklu betur vörnina heldur en þau gerði í gær. Já. Þetta er bara ekki sama liðið varnarlega. Komnir hérna núna út á punktalínu. Svenni, Bjarni, Friðrik og Bjarni, já. Þetta er ekki góð skot. Nei. Bara, sorry. Komin í marki á frakkarnir núna. Ekki alveg hann á krafti í þetta. Valentín Kífer. Já. Rólegur Kífer. Sami brandur á í gær. En það varði. Já, heyrðu, það er komið á miðjuna. Þessi kom ekki inn á í gær, það er alveg klart. Ég hefði munað eftir þessari greiðslu. Það er hann Andri Belviu Goujon. Hvernig var bara Goujon? Það er ekki? Já.
Næ. Þessi Þessi hrikalega erfitt. Og erfitt að ná hann boltanum og... Hann alveg magnaður hrifinn af þessu. leikmaður. Clement. Bjarni Nárnum. Ha! Nei! Fremsti maður í hraðhlaupi. Þetta er 1 og 2. Hann ekki fremstur í hraðhlaupið eða? Þetta er óskiljanlegt. Já, Fyrir mér. ég hélt bara að þetta væri 100% vít og 2. Vít og 2. Ingvar líka gefur merki hérna á Einar að já, þetta, ég veit ekki, Nei. bara til hött. Sveinn var komin í gegn þarna. Já. Ég spáði því að það verður víti sem er ekki mikil snerting hérna núna eftir. Já, time out hjá Einari. 5 marka munur, Já. 13-18, 42 búnar að leiknum. Það var að segja 12 mínútur af seinni hálfleik. Ég skil Einar vel að hendi leikli, þetta er þunglamalegt, finnst mér. Já, það vantar smá upp á hjá okkur í dag. Já. Sveinn náttúrulega ekki með, Sveinn Jóhanns. Já. Viktor svona búinn að skila sína í Andri Skeving, búinn að vera ágætlega en það vantar náttúrulega Viktor og Viktor og Svenna sérstaklega í að þétta hennan hóp. Já. Algjörlega. Anna og Og náttúrulega Teitur var náttúrulega með að lá allt inni hjá Teit í gær sem er ekki kannski alveg í dag. 5 mörk, markaðistur, hann er bara ekki búinn að taka jafn mikið, hann er rólegri bara. Já, það. Fó mikið í gegnum hann í gær, þeir mæta honum ofar líka. Sveinn Andri með bara 1 mark en það var meira frá honum í gær líka. En það er fleiri mörk, hann er mjög starrið að búinn að spila vel í dag. Ekki? Orri Freyr kominn í hornið, Sigþór í skýttuna og Grimm á línuna, Hannes Grimm. Já. Hann þarf að sína okkur meira enn í fyrri hálfleik. Já. Það er aðeins að koma sterkar inn. Þetta er góða strákur. Já, flottur strákur. Já. Aldrei að fara. Já, þetta var auðvelt hjá Kífer. Já. Hann bara stóð og beið eftir Birgi. Það er bara 2 íslenski liðin eftir að koma inn á og það er Andri Ísak og Ásgeir. Já. Já. Hann er líka með það eru, þetta séu 16 eða eitthvað, eða 15 á skýrslu. Já. Clement skorar. Já. Ekki sterk vörð hana. Nei, en ég held líka að Birgir sé einu sem hann fór út af því fyrir. Griffin kom inn á og Hafþór. Alveg rétt. Já. Ég er mér finnst Ásgeir efnilegur leikmaður. Já. Nú alveg vilja sjá hann hérna í dag. Getur vel að koma inn á, það er ekki búið. Já. En við erum svo sem með Örfendan í dag. Já. Griffin sem var ekki í hóp í gær. Það var laglegt, Andri. Já. Andri gerði vel. Já. Musturinn þitt klikkaði. Næ. Já. Teitur. Já. Þetta er ekki alveg eins og viljum hafa þetta. Bara þyngri en í gær, stóru hlutverki og... Já, auðvitað. Já. Vel lesi hjá þeim. Godín komið með 9 mörk. Bestur á vellinum í dag.
ásamt Gautier, markmanni frakkaði fyrir á leikum með 12. Já, fyrir mér. Nahi, hann bara með 2 mörk? Nei, það kjaftur. Það held ég. Hann reynda búinn að ná í nokkuð víti. Já. En eins og þessi, Gudín og Nahi, þeir eru og markmaðurinn sem var í fyrirháleik, þetta eru, mér finnst skemmtilegustu leikmennir hérna hjá Frökkunum. Petur, Svenni. Þetta er þungsók. Já. Bara þingri en þetta er bara svona. Já, hendur komin upp. Já. Frakkarnir náttúrulega eru miklu fókusir en ætla þeir ekki að lenda í sömu og í gær og þetta var bara lesið bara í gær. Já. Gott inn. Það er geggjaðar fylgdur. Og þú veist ekki í hvora áttum hann ætlar. Nei. Það er bara svoleiðis. Við komum inn á hérna í franska liðinu. Númer 20 Mapouan á línuna og 14 er hann, hvað hétt hann aftur? Það er Goujon. Sérðu styrkin í ykkur tíma víti. Já, ég hefði viljað hvíta á þetta. Vel unni á línni. Já. Með lágan jafnvægispunkt, erfið, rosa erfið. Hrikalega sterkur. Vel gert, Bjarni. Já, heppinn samt. Já. Ég hefði þetta er ekki skemmtilegt þetta að grípa og henda sér í gólfið. Henda sér aftur á bak? Nei. Nei. Ég sammála því. Já. Ekki það, ég hef örugglega gert einhvern tíma. Já, það er alltaf. Gautín, því við gerum þetta vel. Rosalega góður strákur. Það spilaði lítið í gær, kortir í fyrrháleik. Já. Af því að vinur okkar hérna, Vilmont. Já, spilaði eðlilega meira, bara komið lengra þó hann átt liðanleik í gær. Og Einar endur í þriðja leikli. Já, komið í 8 mörk, Einar nýbúinn taka leikli og hann ekki sáttur, menn á ekki farið eftir því sem hann var að tala um. Eða ekki verið að ganga upp. Nei, Frakkarnir náttúrulega eins og við segjum, áður hefur komið fram kannski í þessari lýsingu, eru bara miklu sterkari í dag heldur en voru í gær. Já. Varnar og sóknarlega, og hlutir náttúrulega bara er að falla með þeim, ganga upp með þeim. Gudín náttúrulega með, eins og hérna í síðustu sókn, bara, hann náttúrulega bara labbar í gegn og snúlar á svo. Feikar klippingu, fær hornamannin algjörlega í burtu og snúlar hann svo, bara. Já, þetta er bara. Bara þróunin hjá honum í þessu leik, hann er bara með sjálfstrausti í botni og 10 mörk. Já. Reifs er búinn að taka öll víti en hann klikkaði á síðasta. Hann er búinn að alltaf ekki búinn að skora ykkur 4 úr vítum, geti ég trúað. Já. Á þess að ég sé með HB Stats fyrir því. Það er lítið fyrir HB Stats hérna í þessum einhverju. En hann Kiefer vinnur okkar, hann er búinn að líka vera flottur finnst mér eftir að hann kom inn í seinni hálfleik. Miklu betri heldur en hann var í gær. Í markinu? Já. Já. Bara fín. Já. Hann er að standa vel og bara, hann er góður markmann. Það er ekki lélugur í þessu franska liði. Við förum í 7 og 6. Ásgeir kominn í hægra hornið. Já, Ellið og Grimm á línu. Já. Og Andri Andri ennþá í skiptingu, Skeving, hinn heitir náttúrulega Andri líka. Já, það er rétt. Nú, eins og við vorum að tala um, við hefum talað um aður, að spurningin hvort að... Mark. Já, Sveinn Andri, með sitt annað mark. Nú erum við eitthvað að stilla vitlaust upp í vörn, það er ykkur að hlaupa vitlaust. Sveinn á að vera hérna meginn, já. Gat ekki verið. Ellið ætti að vera í bakverði.
Eru 7 marka munur. Já. Og 13 mínútur eftir, eða 12 mínútur eftir fyrir ekki. Það þarf aðeins að fara að, hvað var að segja, berja þetta saman svolítið hérna. Já, við sýndist nú bara á svona líkamstjáningunni hérna á Teita, en ætlaði nú eitthvað að láta finna fyrir sér meira núna. Já, það er alveg komin tíma á það. Já, við sér það núna, það er aðeins að rífi í það og láta finna fyrir sér. Já, Óli blokk á línumanninn. Orri er ekki sáttur. Nei, það var aðeins svo langt frá til þess að. Já. Til þess að var þetta að líta fram í þessu. Áfram í 7-6. Já, hann fer í 5-1 við því. Ég hérna við júgóslavneska útgáfan að hérna, Samu Íbja höfður að spila á móti 7-6 best. Já. Það er enginn tilbúin að hlaupa tilbaka, markmaður ekki inn á, þetta er ekki eftir 10 sekúndur. Nei. Heyrðu, það er Tribilón og Durte, hvað hann heitir hann, númer 21. Durte, Robin Durte, gera sig klára. Durte. Ásgeir. Já. Og 2 mínútna brottvísun á, ég sá nú ekki hvað hann gerði. Nei. Nei, ég sá það ekki heldur í ellega. Það hlýtur eiginlega að vera, ég ekki hugmynd hvað hann gerði. Nei. Teitur skiptir í vörninni. Ásgeir heldur áfram í hornið og Sveinn Andri kemur í bakvörðinn. Elliði og Grimm í þristunum. Orri og Sigþór. Við tökum vinstra horni úr umferð. Það er ekki oft. Nei, og Ásgeir fer og fer þá á Guðjón. Clement, Boss, afalaglegt Andri og Sjóra. Þetta er ekki góðs. Akkur rekur hann ekki út af. Hann fer aftan í hann í hraðaflutu. Sérðu það? Nei, gerir ekkert. Ég veist þessi svæll í þessum þul hérna. Það var ekki neitt. Nei. Bara því að Orri var eitthvað að tjá sig um. Já, mér sýndist það bara á. Já. Herru, varnarleikur. Nei, Elli. Já, hugsunin góð hjá Elli, en... Nei, mér fannst hann ætti að horfa yfir Orra, hinum einn. Já, hann ætlaði að vera snöggur og minnka munin í 4 mörk. Já, 45 sek eftir af brottvísunni. Þeir fara í... Skipti markmann út af, ég held þessi fyrsta skipti bara sem hann gerir það. Þeir eru það aldrei í gær og voru oft einu færri. Já, 9,5 eftir. Já, hann getur alveg Ásgeir. Það er vinnur okkar, Guðjón. Já, hann gerir þetta vel. Já, 20 sekúndur eftir. Já, brottvísunni. Já. Svo við höfum það alveg á tæru. Já, vel gert. Vel gert hjá Teit. Ég var ekki viss að Grimm væri að ná honum. Nei, Grimm gerði vel að krafsa boltan til sín og skora. Já, heyrðu, þá er jafnmargir í liðum. Já, þetta er Ásgeir niður í hefðbundna vörn. Og þeir eru hérna Clement, Guðjón og Gautin fyrir utan. Já, Clement hefur spilað allan seinni hálfleikinn. Já, búinn að spila fínt. Mér finnst að spila betur en Boss fyrir utan. Vælir ekki neitt. Þetta er skref. Þó að sjúkratalskan hefði verið innan þá hefði þú talið að spila betur en Boss. Já, svo leiðum við. Það er vel gert. Vinnur okkar, Nahi. Já, hann var óskynsamleg ákvörðun hjá honum þarna. Reyna að senda yfir á Boss-vinninn og klikkaði. Já. Og við höldum áfram í 7-6. Við getum minkað í 4. Já. Það er kærkomið. Já, þetta er svona, við þurfum að ná svona í svona 24. Já. Eða bara að jafna þetta og klára þetta. Já, það er náttúrulega frábært. Já. Sigþór, Orri, haus. Nei, skýtur og nær framhjá. Það er bara að fara inn í skotið sitt með þér. Já. Já. Ekki. Já.
Elliði ætlaði að taka Bamrúk á það. Munaði litlu að hann næði boltanum en Ekki nóg. nei. Munaði litlu Þá fer Mabu út af fyrir Duarte. Duarte heitir hann það, númer 21. 21. Já, Duarte. Duarte. Já, eitthvað með honum. Elliði. Smá svona leikrann í tilburði í Elliða þarna. Já. Sigþór. Grimm. Vel gert á 2 mínútur á Duarte. Nýkominn inn á. Ánægði með þetta. Já. Þetta er rosaleg stærð á manni. Þetta var þjálfarinn hræddu við það sko. Var eitthvað að segja við hann og bakkaði bara undan honum. Og svo var hann líka með Michael Jackson takta hérna til að hita upp. Já, með skrifin á hreinu. Heyrðu, Teitur á punktinn. Það er ekki að spyrja því. Nei. Hann bombar hann. 4 mörk. Já. Við erum einu fleiri. Já. Og 6,5 eftir. Já. Áskip kemur út og tekur... Nýta þess að 2 mínútur vel. Við sjá skefingin setja eitt mark hérna. Komið því... Markmaðurinn er inn á samt. Já, þeir fóru ekki. Hann hljóp hérna af bekknum. Held að þetta að fara að taka sig út af. Já, Godin... Áskip kemur út á Gujón. Nei, á... Godin. Dribblar hann. Nei, hann er bara í skittunni núna sko. Boss. Godin. Clement. Nei. En hann fer 90% í þetta vinstri hægri. Já, en hann er bara svo sterkur. Hann heldur, þetta er svona svolítið... Já, þetta er vel gert hjá hann. Já. Boltinn er langt frá þeir, sem sagt, varnarmannum. Af stað maður. Já, Andri fann engan til að gefa á. En það er þetta mikið 3 núna. Orri á... Það var laglegt Orri! 3 mörk og, herru... Nei, og Boss er á aðra. Er á rassinum. Og þetta er bara déjà vu frá því í gær. Já, og þeir hendi í leikli. Já, er að segja hann að standa upp og Hörður og Börkur voru í hlutverk í gær. Þetta er eintaka manni maður. Já. Eina sem að Hörður og Börkur gerir rátt í gær, ég bara hendum úr húsi fyrir það væla. Þetta er bara ómikið. Þetta er ómikið, segir hann. Það er ekki hrifinn af þessu. Þú ert ekki hrifinn af þessu? Ég skil það, ég hérna... Við erum eiginlega sammála um það. Já! Að þessu erum við sammála. Mér finnst hann setur mikinn blett á leik sinn með leikharskap. Já. Það eru ykkur leikmenn sem hafa ekki komið inn á þessu franska liði og munu klálega ekki komið inn á. Það er númer 13, það er hann hérna Líbens. Hann hefur ekkert komið inn á og... Já, ég man ekki eins eftir hvort það kom inn á í gær. Það kom ekki inn á í gær. Nei. Og vinnur okkar númer 23 kemur lítið inn á. Samt öflugur. Já, hann kom aðeins inn á í fyrri hálfleik. Ok, já. Setti hérna allavega 1. Já, já. Hann er komin inn á aftur vinnur okkar í hægra hornið, Marion Dubon. Já. Sjáum, þetta er komið í 3 mörk, 5 inn. Og hann er að henda svona í... IBF-vörnina hérna. Já, með Ásgeir fyrir framann. Já. Með Elliða í liðinu sem spilar þetta hjá IBF. Já. Nei! Horfðu á þetta hérna. Þetta er svo þreytt. Þetta er bara ekki neitt. Rak hann Grimm út af. Já. Hvaða rugl er þetta maður? Ha? Ég bara að þið skuli falli í þessa gildru hjá þessum... Lappirnar konar í lofti bara áður hann endur á mannin. Já. Fílingu leikararskap.
Tværvinna búnar hjá Frökkum. Og Boss vinnur okkar, setur hann. Já. Vel gert. Ég held að mér hafi ofheyrt eitthvað þarna. Já, en það var samt þetta eina skipti. Herðu, á. Einu færri Andri skipti við Teit. Það eru 6 á 6. 4 mörk. Já. Og það eru það er smá hæð á 4 mínútur þessu eftir. liði hérna hægra megin í vörn. Já, örlítið. Það er eitthvað 2 metrarna. Sigþór kom aðeins og snemma. Já, kemur. Sigþór var að komast í smá vandræði hérna. Já, sótti bara aukakastið. Já, vel gert. 4 marka munu, 4 mínútur. Það er alltaf hægt. Sveinn Andri. Teitur, já. Já. Það er þyngd í þessu núna, út með náttúrulega þess að 2 hérna, turnana hérna á móti Teit. Erfitt fyrir hann að komast í skotið. Já. Og þeir spila á milli sín hérna. Og það er Tribilon, hann setur hann 5 mörk. Já. Fimm marka munur og Já. 3 mínútur eftir í rauninni. Já. Þetta er svona að fjara út, eða svona við erum, þetta er að, hvað kallast það, að renna út í sandin hérna. Já, við erum ekki að fara að gera þetta alveg leik úr þessu. Nei. Við förum í 7 og 6, 2 mínútur búnar. Teitur. Náttúrulega er að Grimm var reikinn útaf fyrir Ekkertan. Já. Grimm góður að hleypa Andra inn. Já. Boltinn blautur og skiptum bolta. Ekkert ves. Nei. Það er erfitt fyrir hennar númer 20 að vera í fluginu. Það er ekki gott að setja þér fram og bara með hnén á honum í bakinu. Já, já. Þannig, já, 2,5. Já, 5 marka munur. Og Frakkar í sók. Gotin, Boss. Gotin, já. Náðum honum þarna, hann var samt. Þetta var góð hreyfing, var að sleppa. Já. Erta grína svona. Góður bolt inn á hann. Já, og þeir fá hann aftur að langi. Já, þetta er rétt. Hann ætlar að standa inni á línu. Já, ok. Já, vel gert Elli. Já. Leitaði hérna í hægra hornið, það var enginn. Já. Vel gert hjá Grimm, 1,5, fljótur á punktinn. Teitur. Já. 24-20. 4 marka munur. Eins og endaði í gær, 1:15 eftir, við erum konir upp, maður og mann. Já. Ég gæti nú trúa að Frakkarnir væri svolítið sterkir þar. Já, mögulega. Tribilon. Já. Andri snöggur fram. Keyrir þetta, ná einu marki. Teitur kemur á. Þetta var sending á Grimm en léleg. 6 mörk. Þeir eru snöggir að refsa. Þeir fá tækifæri Frakkarnir. Já. Hálf mínúta eftir, 26-20. Já. Síðasta sókn Íslendinga, væntanlega. Já. Sigþór. Sveinn. Teitur kemur í skotið. Nei, Svenni. Já, vel gert. Vel spilað. 5 marka munur. Frakkarnir keyra. Nei, Tribilon. Róður þetta niður. Og bara, já. Bara búið.
skiptir engum máli, 1 til eða frá. Nei, Herðu, aðeins erfiðar í dag. Já, en það þyngri. skoruðu 9 leikmenn hjá okkur í dag. Og gott, rúluðum vel á liðinu og hvíldum ykkur þarna sem spilum mikið í gær. Þannig að hérna... Algjörlega. En flott og efnilegt lið, 21 árs liðið okkar og bara eiginlega ánægði með það helgina. Ég verð að segja það, svona í heildina. Sammála því, þeir voru hérna flottir og sigur á móti þessu franska liði í gær eru bara gríðarlega sterkt. Já, frábært. Heyrðu, þá er bara komið helgafrí hjá okkur og er þá ekki bara að skella sig í eitt, fá sér sóta það eftir og... Já, það er geggjað. Og eitthvað svoleiðis. Geggjað. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur, sjáumst í næsta Haukaleik. Já.